Mig langar til að tala við ykkur í dag mjólk og kjöt. Og ég veit þetta hljóma kannski einkennilegt sem yfirskrift ræðu, en þetta hefur tilgang. Við erum búin að vera síðustu vikur að tala för Ísraelsmanna úr Egyptalandi inn í Kanansland. Og ég er búin að útskýra það mjög oft að þetta mynd af okkar göngum með Guði. Það sem að Guð gerir að hann leysir okkur úr Egyptalandi, við vorum að reynda að syngjum það áðan. Hann tekur í höndina á okkur og Egyptaland er mynd upp á heiminn. Mynd upp á það þegar við erum enn í syndum okkar. Og það sem að Guð gerir út af því að hann elskar okkur er að hann tekur í höndina á okkur og hann tekur okkur út úr þeim aðstæðum sem við erum út af því að hann elskar okkur. Og hann vil taka okkur inn í land sem að flýtur í mjólk og hunang. Hann vil gefa þér líf í gnægð. Hann vil ekki að óvinur komi og slátri og eyði þínu lífi. Hann vil gefa þér líf í gnægð. Og vitið það, Guð er frábær. Það sem hann gerir er að hann setur okkur í alls konar kringumstæður og gerur okkur kleift til að sjá okkur. Þannig að við getum valið hann með djúpum hætti í líf okkar. Þannig að hann vaxi og ég minnki. Og við vitum það, þegar Jesú gekk á jörðinni, að þá talaði hann eitt sinn við mann sem heitir Nikodemus. Og hann var að segja við Nikodemus, þú verður að fæðast á nýju. Og þeir hafðu aldrei heyrt svona tungutak, þau hafðu aldrei heyrt þetta tala áður að fæðast á nýju og Nikodemus eðlilega fyrir að spyrja spurningar. Hann segi, hvernig get ég, fullorðinn maður, farið aftur inn í maga mömmu minnar og fæðst að nýju? Það bara gengur ekki upp. Ég get ekki bara fæðst aftur. Og það sem að Jesú var í rauninni að segja og það sem hann útskýrir síðan betur er það að þegar maðurinn fellur í garðinum Eden, þegar Adam og Eva tóku ranga ákvörðun, að þá tók dauðinn við, syndin kom inn í heiminn og dauðinn var hlutskipti okkar. Og þú gæti spurt þig, hvað meinaru? Syndin framkallar dauða. Það er það sem að syndin gerir. Ef að syndin fær að standa óreitt, þá leiðir hún til dauða. Og ég ætla bara að útskýra. Við sjáum fólk sem er kannski undir áhrifum fíkniefna eða er með alkohólisma eða annars slíkt. Ef að það dílar ekki við þessa synd, þá leiðir hún í geðveiki og í dauða. Það er staðreynd. Fíknin, syndin leiðir af sér dauða. En hún leiðir ekki bara af sér líkamlegan dauða. Hún leiðir af sér andlegan dauða. Og það sem við stundum áttum okkur ekki á, eða þegar Adam féll, þá kom andlegu dauði líka inn í líf okkar. Og Jesús var þarna að segja, það er ekki nóg fyrir ykkur að fara eftir lögmáli, þannig að þið lifið utanfrá og inn. Þið þurfa að fæðast að nýju. Og vinir, við þurfum öll að fæðast að nýju. Og hvernig getum við orðið endurfædd? Biblían talar ef þú trúir í hjartanu og ef þú játar með vörunum, þá myndu hólpin verða. Þá myndu hólpin verða. Og vinir, það er svo einfalt að taka við Jesú Kristi. Og þú getur sagt, já, ég er ekki minnina rosalega mikla trú, en Biblían talar að þú þarf bara pínu litla trú. Og þetta er aðalega verið að tala það, þú þarf að taka trúaskref gagnvart Guði. Þú þarf að stíga fram í trú og taka við Jesú Kristi sem þínum persónlega frelsara. Við vitum að Jesú fór á krossinn út af því að hann þurfti að friðþægja fyrir syndir mannana. Það þýðir það að þú gast ekki endurleysti sjálfur. Gunnar fór út í þetta rétt áðan. Hann var að útskýra. Vinir, við getum ekki haldið lögmálið. Það er bara ekki hægt. Stundum vakna ég og ég er í góðu skapi og allt gengur vel. Stundum vakna ég búin að ekki fá minn remsvefn sem að við stelpur þekkjum. Stundum er ég ekki alveg búin að sofa nógu vel og ég á erfiðan dag og ég tek ekki nógu góðar ákvarðanir. Ég þarf á frelsara að halda. Og ég ætla bara að koma með þær fréttir, þú þarft á frelsara að halda líka. Við þurfum öll að frelsara að halda. Og Jesú kom til að frelsa líð sinn frá syndum þeirra. Og ég ætla bara að segja ykkur, það er ekki mér að þakka.
Það drottins gjöf. Og vinir, þá byrjar ótrúlega spennandi vegferð. Þá byrjar vegferð sem full af trú og trausti. Og við lærum það á hverjum einasta degi að treysta Guði fyrir öllu því sem við erum að gangi í gegnum. Það byrjar smátt. Við föttum stundum, við erum ofta að reyna í eigin mætti, að reyna að hafa áhrif á kringumstæðurnar, reyna að gera það sem rétt er. En stundum fyllust við kvíða og vanlíðan og alls konar svona og við stundum hrösum. Það er eðlilegt því að við byrjum sem börn. En svo vill Guð að við rísum á fætur. Hann þráir að sjá okkur vegna vel á göngunum með sér. Við eigum að vaxa. Við eigum að dafna, rétt eins og þegar við erum nýfædd. Og mér langar þess að lesa hérna nokkra ritningarstaði, aðalega 1, sennilega 2. Og ég ætla að byrja að fara í 2. Pétursbréf 3:18. Og það stendur svo. Vaxið í náð og þekkingu drottins vors og frelsara Jesú Krist. Honum sé dýrðin nú og til eilíða dags. Amen. Svo vil ég líka fara í Hebreabréf 5:11. Og hérna er Páll að tala þetta höfum við langt mál að tala til ykkar torskilið af því að athygli ykkar er orðin sljó. Þó að tímans vegna ættu þið að vera kennarar, þá hafið þið þess enn á ný þörf fyrir einhver kenni ykkur undirstuðu atriði Guðs orða. Svo er komið fyrir ykkur að þið hafið þörf fyrir mjólk en ekki fasta fæðu. En hver sem að mjólk nærist er barn og skilur ekki boðskap réttlætisins. Fasta fæðan er fyrir fullorðna. Fyrir þá sem jafnt og þétt hafa agað hugan til að greina gott frá illu. Þannig að það sem að orð Guðs er að tala að það er ekki nóg að vera endurfæddur. Rétt eins og við þurfum að borða á hverjum einasta degi, rétt eins og þegar við eignumst litlu börnin okkar. Þá byrjum við að gefa þeim brjóstamjólk því að það er best fyrir þau. Við byrjum að gefa þeim nokkru sinnum á dag og það er fallegt og það er yndislegt og það er eitthvað sem að við konurnar erum bara hreinlega gerðar fyrir. En síðan kemur svo tími að þau fara að vaxa og þau fara að dafna. Og ég man að Gunnar sérstaklega, hann var orðin mjög svona óþreyju fullur, vildi fá meiri mat og venjulega ekki mælt með að börn borði meiri mat fyrir þeir orðin svona 6 mánaða gömul, það fáðu grauta. Er mæður hér að tengja? Halleluja. Nema Gunnar, hann var svolítið, við skulum bara segja þéttur. Nei. Ég er bara að útskýra, hann þurfti meira fastri fæðu fyrr, það er það sem ég er að gera, það er það sem ég er að reyna að útskýra. En hann þurfti að fá fasta fæðu og við gáum honum graut frá mér held í 4 mánaða aldri, Hulda María dugði mjólkin, aðeins lengur, hún var svona meira fitt, skulum við segja. En þetta er bara svo eðlilegt og svo vaksa þau grasi og þegar þau erum kringum eins árs afmælið að þá byrja að fá fasta fæðu. Og við byrjum á því að mauka niður alls konar, þið vitið, mauk, græmmiti og svo framvegis og allt í einu fara þau að vaksa og þau þurfa flóknari mat og svo framvegis. Það á líka við okkar andlega mann. Og vinir, munið þegar Jesús var settur inn í eyðimörkinni, hann fór sjálfviljugur, andinn leiddi hann inn í eyðimörkinni þegar var búinn að taka skírnina. Og hann fer inn í eyðimörkina og óvinurinn, djöfullinn, er að reyna að freista hans. Og þá segir Jesú, hann talar það, hann er að reyna að freista hans með mat og það hann var að fasta. Og þá segir Jesú, maður lifir ekki bara brauði einu saman fyrir líkamann, heldur hverju því orði sem framgengur á munni drottins. Og vinir, við gleymum því stundu vinir að við erum 3-1. Við erum líkami, við erum sál, við erum andi. Og við lifum í veröld þar sem er lögð öll áhersla á líkamlega burði, fegurð og annað slíkt. En vinni, það sem að skiptir mestu máli í þínu lífi er andinn þinn. Og þú getur ekki gefið andanum að borða einu sinni í viku. Það dugir ekki að koma einu sinni í viku á samkomu og fá einhvers konar mat. Við þurfum að eiga andlega fæðu. Við þurfum að fá fæðu frá drottni. Má ég heyra með? Þannig vöxum við á döfnum. Alveg minni, ef þú getur sett upp myndina.
krúttleg? Þið ekki krúttleg? Þarna sjáu þið, Gunnar var aðeins meira svona tjöppi. Þið sjáu það þarna. Þarna eru þau bara rétt eins árs. Og svo fullkomin á þessu skeiði, svo yndisleg og æðisleg. Sjáu þið þessa ribbalda? Sjáu þið það? Þau voru yndisleg og ég að segja ykkur, þau voru alltaf í góðu skapi. Og ég var svo þakklátt fyrir það. Þvílík undur, þvílík blessun. En vinni, ég ætla líka að segja ykkur eitt. Ef að Gunnar og Hulda María myndu koma að sangum í dag með snuðið með sér, þá var eitthvað að. Og ég bara segi þetta í alvörunni, þá væri eitthvað að. Ef að þau kem á samkomu og þau voru ennþá með pelan með sér, þá hefði eitthvað farið úrskeiðis. Ali, þú mátt setja hérna myndina. Sjáu þið hvað eru fallið í dag. Búin að læra hvernig á að ganga, vaksa, klæða sig. Þau gerast bara ekki mikið fallegri en þetta. Þetta eðlilegu vöxtur. Þetta eðlilegu þroski. Og það sem ég að tala að við þurfum að vaksa og þroskast. Við þurfum að láta af barnaskapnum. Og hvernig gerum við það? Með því að eiga í samfélagi Jesú og hverjum einasta degi. Má ég heyra amen. Og vinni, Drottinn elskar okkur og hann vil sjá okkur vegna vel á göngunum með sér. Og vinni, það sem ég þrá að sjá í kirkjunni í dag, ég þrá að sjá fólk vaksa og dafna. Að ekki sætta sig við að lifa í eyðimerkur göngu. Heldur fara inn í Kanaansland og fá allt sem að Guð hefur fyrir viðkomandi. Vinir, Guð hefur svo mikið fyrir þig og hann þráir að sjá að þú vegnir vel á göngunni. Hann vill að þú þroskist eðlilega og hann segir líka, ég vil að þú látir af barnaskapnum. Og vinir, stundum þurfa að láta af barnaskapnum. Hvað þýðir það? Það þýðir það, eins og í mínu tilviki, ég ekki sama manneskjan og ég var fyrir ári síðan. Og ég skal bara segja ykkur það, þegar ég giftist honum alla mínum, þá var ég mjög dramatísk kona. Mjög. En ég minna dramatísk í dag. Af hverju? Því að Guð hefur fengið að eiga við líf mitt. Það út af því að ég ekki sama manneskjan í dag og ég var í gær. Það út af því ég þurft að láta af barnaskapnum. Ég hef þurft að vaksa, ég hef þurft að láta kringumstæðurnar sem að Guð setur mig í breyta mér. Og vinir, Drottinn vill breyta okkur öllum. Þess vegna skiptir máli að þú hafir fólk í kringum þig sem að bendi þér á sannleikann. Vinir, ég vil vera í kringum fólk sem að bæði eflir mig en segir mig líka til. Ég vil fólk í kringum líf mitt sem að sér möguleikan en segir mig líka til ef ég fer út á götunni. Halleluja. Og ég vil að maki minn segir mig til, ekki oft samtalið. En ég ætla bara að segja ykkur, Alli minn segir mig mjög vel til. Alli afskaplega prúð, góður maður. Og það sem hann hefur haft áhrif að líf mitt, það skiptir svo miklu máli hvernig við segjum sannleikann. Þú getur komið með erfiðan sannleikann í líf fólks og þú getur gert það með góðum hætti. Þú getur gert það með hætti þannig að fólk taki við því. En svo aðri sem alltaf einhvern veginn í einhverjum spenni treyju samskiptum. Það ekki Guðs vilji fyrir okkar líf. Má ég heyra með? Þannig að vinir, það sem að Guð vill að við gerum að við hættum að vera með snuddirnar. Og við verum að þroskast eðlilega á göngunum með Guði. Og hvað hann að segja við Hebreana? Hann að segja við þá, þið eru orðin sljó. Og vinir, stundum á göngunni þá þurfum við svona reset. Við þurfum aftur, byttu. Hvað snýst þetta? Byttu. Á hverju ég komin út í skurð? Hvernig stendur á því að líf mitt bara ekki að ganga upp? Á hverju reiðin bara hlutskipti mitt alla daga? Getur verið að þú sé komin út af brautinni? Og það það sem að Páll að tala við Hebreana. Hann að segja, þið þurfa að snap back.
Þau þurfa að hætta að vera eins og börn. Og vinir, þegar við leifum Guði að eiga við líf okkar, þá þurfum við að leifa honum það. Við verum að hleypa honum inn. Það hann sem að dílar við hjartað. Og Biblían kennir, hann stendur við dyrnar og hann bankar á hjartað. Spurningin hleypur honum inn? Spurningin tekuru leiðréttingunni sem að Guð með á lífið þitt? Og ég ætla bara að segja, margir gera það, en við oft gerum það ekki. Því miður. En ég ætla að segja ykkur að það ákveðin karakterseinkenni hjá þeim sem að leyfa Guði að eiga við líf sitt. Fólk sem að vaxa og þroskast á göngunum með Guði. Og mér langar til þess að fara hér í dag í nokkur atriði sem að geta hjálpað okkur. Sem að geta hjálpað okkur að efla okkar andlega mann. Fyrst, númer 1, 2 og 3. Við þurfum að gefa honum að borða. Ég ætla að segja þetta aftur, við þurfum að gefa honum að borða. Og hér í dag þá erum við að gefa okkar andlega manni að borða. Það sem við erum að gera, við erum að lyfta upp nafni Jesú. Þannig að þú ferð að hætta að horfa á kringumstæður þínar. Þú ferð að hætta að spila einhverja fiðlu, vorkunnsemi í þínu lífi og þú ferð að horfa á frelsarann. Það eitt af besta sem að þú getur gert í þínu lífi. Til þess að þér vegni vel, þá þarftu að horfa meira til Jesú. Má ég heyra amen? Eru ekki allir hér vakandi? Halleluja. Þú þarftu að horfa til Jesú. Númer 2, þú þarftu að lesa. Þú þarftu að lesa ritningarnar eða hlusta á ritningarnar. Og það sem við erum að gera sem kirkja, við erum að leyfa ritningunum, við erum að hlusta á ritningarnar og við erum að lesa það saman. Við erum að lesa alla biblíuna saman. Og það sem ég hef séð að fólk að vaxa í Guði. Fólk að taka betri ákvarðanir. Það að taka réttar ákvarðanir fyrir líf sitt. Af hverju? Því að andinn þeirra að vaxa. Muniði hvað Páll sagði, hann á að vaxa, ég á að minnka. Það verið að tala andan. Andi Guðs á að vaxa og egoið á að minnka. En karakterseinkenni þeirra sem að læra og sem að þroskast, förum aðeins í það. Halleluja. Númer 1, til þess að öðlast þroska, til þess að öðlast visku, til þess að öðlast það sem að Guð hefur fyrir þig líf í gnægð, þá þarftu auðmýkt. Vitið það fólk sem með auðmjúkt hjarta, með hjarta sem tilbúið að taka lærdómi frá drottni. Þú getur ekki verið hrokafullur og lært á sama tíma eitthvað eða tekið við einhverju frá drottni. Þú þarft auðmjúkt hjarta. Og vinir, við munum eftir þegar Jesú gekk hér á meðal okkar og hann var að tala við fariseana, preststéttin á þeirra tíma, því að þeir höfðu allt útlit með sér. En það vantaði eitthvað í hjartað. Hjartað voru eins og kalkaðar grafir. Og vinir, þegar við erum að læra að þekka Jesú, þá þurfum við að skilja það. Að Guð ekki eitthvað sem hefur áhrif á, auðvitað hefur hann áhrif á hugan. En það sem hann helst vill gera að hafa áhrif á hjartað. Og það sem Páll var að tala við Hebreana að þið eru orðin sljóir. Það þýðir það að hjartað þitt hætt að taka við umvöndum frá Guði. Hjartað þitt hætt að vaxa. Hjartað þitt orðið hart. Hjartað þitt ekki opið fyrir því sem að Guð að gera. Og vinir, ef þú vilt vaxa, þá þarftu að biðja Guð að gefa þér auðmjúkt hjarta. Auðmýkt í hjarta leiðir af sér vöxt í Guði. Það bara þannig. Og vinir, ef þú ætlar ekki að læra kringumstæðunum, þá mun Guð setja því sömur kringumstæðu aftur og aftur og aftur og aftur. Þangað til þú lærir. Og stundum skiljum við ekki upp niður í kringumstæðunum sem að Guð leyfir í líf okkar. Vitið hver besta leiðin þá?
að lyfta upp nafni Jesú. Þakka honum fyrir kringustæðnar. Blessan í miðjum storminum. Ég skal lofa því storminu verið fljótar að líða að þú ferð að lyfta upp nafni Drottins. Að þú ferð að lofa hann í storminum. Og vinni, það er eitt af því sem heldur hjartanu auðmjúku. Það er lofgjörð til Drottins. Og meiri segja, sagði Davíð, ég get framkallað morgunroða. Hvað þýðir það? Jú, á kvöldi gistur og skrátur. Þú kannski kringustæðum í þínu lífi þar sem eru erfileikar. Þú kannski kringustæðum þar sem að þú upplifir að eitthvað hafi verið gert á þinn hlut. Þú kannski kringustæðum sem eru ósangjarnar. Vitið hvernig þú getur látið morgunroðan komið fram og gleðin að fæðast fram á ný? Með lofgjörð. Þegar þú lyftir upp nafni Jesú, þegar þú hættir að láta egoið stýra för og þú ferð að segja Drottinn, ég bara vel þig alveg sama hvað. Ég lyft upp nafni þínu. Ég þakka þér fyrir trúfesti þína. Ég þakka þér fyrir að þú er góður. Ég þakka þér fyrir Drottinn minn að þú veist hvað þú ert að gera. Ég þakka þér fyrir þetta allt saman. Ég skal lofa þér því það sem að gerist í þínu lífi er að þú breytist. Þú hættir að horfa kringustæðum með sama hætti. Og allt í einu sérðu sigur þar sem ekki var sigur. Allt í einu sérðu von þar sem þú sást ekki von. Allt í einu kemur Guð með einhverja ljósglætu og þú allt í einu finnur morgunroðan koma fram í þínu lífi. Lofgjörð. Lofgjörð, vinir. Við vorum að gera þetta hérna áðan, við vorum að þakka Guði. Við vorum að lyfta upp hans nafni. Við vorum ekki að spá í hvaða kringustæði við vorum að koma úr eða við erum í. Við vorum að lyfta upp nafni Drottins. Spurningin eru eyru þín opin? Eru eyru þín orðin sljó fyrir umvöndun Guðs, fyrir kalli Guðs? Vinir, ég vil biðja Guð að opna augu okkar og eyru. Þannig að við heyrum það sem að andinn segir söfnuðinum. Halleluja. Og vinir, við heyrum ekki með eyru okkar, við heyrum með hjart okkar. Og vinir, þegar við áttum okkur að því að við heyrum með hjartan okkar, þá pössum við að láta ekki bitur rót, beiskju, dvelja í hjartan okkar. Vinir, alveg sama hvað hefur komið fyrir í þínu lífi, þú skalt ekki láta það skilgreina þig. Þú skalt ekki láta sársauka fortíðarinnar skilgreina þig. Þú mátt það ekki. Það sem að gerist er það að hjartað þitt verður sljótt. Þegar þú lætur sársauka fortíðarinnar skilgreina þig, þá ferðu allt í einu að heyra ekki hvað andinn segir söfnuðinum. Þú heyrir með hjartanu þínu. Og ég vil bara biðja Guð hér í dag að eiga við hjört ykkar þegar þið heyrið þennan boðskap. Þannig að þið getur brugðist við með því að fyrirgefa náunganum. Halleluja. Númer 2. Fólk sem að vaksa í Guði. Fólk sem virkilega að taka út vöxt í Guði og Guð að vaksa og egoið að minnka. Þetta fólk hefur karakterseinkenni. Það hlýðni við Guð. Vinir, hlýðni við Guð skiptir svo rosalega miklu máli. Þú getur heyrt alls konar hluti. Þú getur heyrt að það sé gott að fara í ræktina. En ef þú ferð ekki í ræktina, þá færð engan ávinning af þekkingunni. Þá þekkingin bara hér. Og vinir, rosalega margir, þegar við erum í kirkju og öðru slíku, við heyrum alls konar sannleik. En vinir, ávinningurinn kemur þegar við göngum fram í sannleiknum. Þegar það fer að vera hluti af líf okkar. Hvað þýðir það? Það þýðir að samskipti okkar við börnin okkar breytast. Samskiptin okkar við makan breytast. Samskipti við vini breytast. Það hefur líka áhrif á fjárhagsákvarðanir okkar. Vitið þið það? Er ég að segja ykkur fréttir? Ef að þú hlýðir orðinu, þá hefur það áhrif á allt líf þitt. Og ég ætla bara að segja eitt. Biblían talar um það
að þeir sem að eiga mikið eru þeir sem safna í sjóði. Biblían talar líka að þú átt að vera fljótur að greiða upp skuldir. Biblían talar þetta. Og ég ætla að segja ykkur það, ef að þú ætlar að upplifa andlega og fjárhagslega heilsu, þá skaltu fylgja orðum Guðs eftir. Þú skalt ekki vera bara heyrandi, þú skalt vera gjörandi. Og vinir, það sem við eigum ekki að gera er að taka lán fyrir alls konar hlutum. Það er ekki biblíulegt, og ég er bara kannski að segja ykkur rosalega fréttir. Það er ekki biblíulegt til dæmis að taka risastór bílalán og annars slíkt. Við eigum að láta hverjum degi næja sína þjáningu og við eigum að safna fyrir því sem við kaupum. Má ég heyra? Ég er kannski að segja ykkur eitthvað sem er óþægilegt. Þetta er orðið. Af hverju segir hann þetta svona? Út af því hann vill að þér vegni vel. Hann vill að þú borgir upp skuldir þína þannig að þú sért ekki fastur í báða skó. Og vinir, þegar þú komið fjárhagslega heilsu, þá getur þú gert það sem að Guð hefur kallaði til þess að gera. Og þú ert frjáls. Þannig að það sem þú átt að gera, ef þú ætlar að hlýða orðinu, þá átt að borga upp skuldir og vera fljótur að því. Vinir, þetta hefur ekki bara með skuldir og fjármál, þetta hefur líka með allt annað líka. Þetta hefur með það hvernig við komum fram við fólk. Biblían talar líka að þú ætlar að vegna vel að þú þarft að gera til dæmis það, þú þarft að hafa sýn. Það eru mjög margir sem að skrifa ekki upp sýnina. Hvernig sérðu líf þitt eftir 2 ár? Hvernig sérðu líf þitt eftir 5 ár? Það er biblíulegt að hafa skrifað það sýn niður. Og vinir, í dag að þá megum við ekki bara vera heyrendur orðsins. Ávinningur kemur þegar þú actually ferð eftir orðinu. Má ég heyra amen? Þetta er betri predikun en þetta, má ég heyra amen? Halleluja. Og ég bara segi ykkur, við vitum alls konar sannleik, en Guð er að skora á okkur í dag. Hann vill líf í gnægð fyrir þig. Og vinir, það sem við gerum sem foreldrar, við kennum börnunum okkar, hvernig á einmitt að höndla með pening, hvernig við eigum að koma fram við fólk, hvernig við eigum að horfa á framtíðina. Vinir, við eigum að vera accountable. Og við eigum að hjálpa þeim sem eru komin styttra að þau vegni vel líka. Má ég heyra amen? Þannig að vinir, við eigum ekki bara að vera heyrendur orðsins, við eigum að vera gjörendur. Það þýðir ekki bara að vita að ræktin er góð. Ef þú ferð ekki í ræktina þá ferðu enga vöðva. Og vinir, þú ferð vöðva þegar þú gerir andlegar hluti sem eru biblíulegir. Ég ætla bara að lofa ykkur því. Og Guð hefur ákveðna leið fyrir okkur. Og hlýðni hefur með það að gera að segja, ok, drottin ekki minn vilji heldur þinn. Þegar við fyrum að leggja niður okkar áætlun og við fyrum að segja, ekki minn vilji heldur þinn. Vitið hvað gerist í þannig kringustæðum? Hann fer að vaksa. Hann fer að vaksa og þú ferð að minnka. Þú þarft að minnka. Egóð þitt mun ganga frá þér. Halleluja. Vinir, hann á að vaksa. Og ég ætla að segja margir alveg bara, já, svo mikla reglur í kristni, þú veist, ég meina ef ég hætti bara að skilja, treystu mér. Alveg eins og við vorum við börnin okkar. Jú, það voru reglur. Reglurnar er til þess að þeim vegni vel. Það er enginn sem að vill frekar að Huldamari og Gunnari vegni vel heldur en okkur alla og Guði. Við erum með reglur til þess að blessa þau. Og vinir, Guð er með reglur til þess að blessa þig. Það er ekki til þess að skemma fyrir þér gleðina. Það er til þess að blessa þig. Og vinir, í staðin fyrir að horfa á hlutina út frá, aldrei má ég neitt. Má ekki taka smálán? Nei, vinir, það má ekki. Og það er fyrir þig. Halleluja. Takk, Jesús. Þetta er gott, vinir. Má ég heyra? Er allir lifandi hér í dag? Yes, I am, brother, I am. Hlýðni við Guð. Og vinir, kannski ert þú hér
Og Guð búin að vera að banka á þitt hjarta varðandi eitthvað atriði að þú þarft að vera hlýðin. Whatever it is, leyfðu Guð að eiga við hjarta þitt. Leyfðu honum það. Og ekki vera bara heyrandi, vertu gjörandi. Þannig að þú látir af barnaskapnum og vaxir upp til höfuðsins sem Kristur. Halleluja. Vinir, við heyrum í hjartan okkar. Við heyrum í hjartanu. Í þriðja lagi, hvernig líta þeir út sem að raunverulega að vaxa í Guði? Hvernig líta þeir út? Hvernig karakterseinkenni eru þeir með sem að breytast frá dýr til dýrðar? Hvernig lítur það út? Það er einn mjög örugg leið að sjá hvort að fólk að vaxa í Guði. Og það eru ávextir. Hverjir eru ávextir lífsins? Og í Galatabréfinu talað að sá sem á samfélag við Drottinn, sá sem fæddur að nýju, eins og Jesús útskýrir fyrir Nikodémusi, sá sem farin að ganga eðlilega, sá sem farin að vaxa, sá sem farin að láta barnaskapnum, hann mun bera ávöxt. Og ávöxturinn kærleikur, gleði, fríður, langlyndi, gæska, góðvild, trúmennska, hóværð og sjálfstjórn. Vinir, þegar þú ert búin að vera í samfélagi við Drottinn, og þetta samfélag, þetta ekki reglugerðir. Þegar ég giftist Alla, þá í rauninni var ég að gefa yfirlýsingu. Ég ætla að eyða lífinu með Alla. Það þýðir það að ég mun eiga samskipti við Alla á hverjum einasta degi. Það þýðir það að ég ætla að elska Alla, jafnvel þótt að Alla sé stundum erfiður. Ég meira erfið, ég ætla bara að segja ykkur það. En það það sem að kærleikurinn gerir. Kærleikurinn fjallar það að vera nálægur einhverjum. Og vinir, það sem að Guð vill við okkur, hann vill vera nálægt þér. Hann vill ganga með þér. Hann vill eiga samskipti við því í gegnum orðið, í gegnum bænina. Hann vill eiga samfélag. Og vinir, þegar hann á samfélag við okkur, að þá fara hlutir eðlilega breytast í líf okkar. Og það erfitt að útskýra hvað gerist. En það sem að gerist það að það kemur miklu meira æðruleysi inn í lífið þitt. Ég veit ekki hversu oft hefur verið komið til mín bæði í ræktinu og annars staðar þar sem að fólk bara, vá, hvað eigið þið vinkonurnar? Við eigum Jesú. Ég á Jesú. Vinni, ég á það sem að öllu máli skiptir, ég á Jesú í hjartanu. Og vinni, Jesú elskar mig. Og ég elska Jesú. Og ég ætla bara að segja ykkur, hann aldrei langt í burtu frá huga mínum. Ég alltaf að hugsa Jesú. Og það sem að gerist ósjálfrátt, að það koma bara ávextir af því. Út af því ég og Jesú erum í ástarsambandi. Andinn minn og andinn hans eitt og ég elska vera í kringum Jesú. Og það sem að gerist vegna þessa ástarsambands að ég breytist. Og vinir, þegar við leyfum honum að eiga við líf okkar, þá breytumst við. Ég og Gunnar vorum að tala það daginn. Það svo erfitt að útskýra þetta. Guð bara kemur í líf manns og allt í henni kemur tilgangur í allt sem við erum að gera. Allt í henni kemur von og skilningur. Allt í henni kemur skýrleiki varðandi alls konar hluti. Allt í henni kemur, já, mér bara langar ekki að gera þetta lengur. Mér langar ekki að umgangast þetta lengur. Þú ferð að breytast. Og við vorum að útskýrt á kvennakvöldu daginn fyrir dótturinn á Gunnu. Það sem að gerist að þú þarft ekki að breyta þig fyrir Drottinn. Drottinn mun breyta þér. Ef að þú leyfir honum að komast að, þá mun hann breyta þér. Og allt í einu fer það að langa í aðra hluti. Allt í einu fer líf þetta snúast eitthvað allt annað. Og það kemur tilgangur og það kemur von, það kemur gleði. Og svo allt í einu kynnist maður fullt af fólki sem á sömu braut og það svo yndislegt.
Vitið það, ég meira í kringum þetta fólk hérna, heldur mína raunverulega fjölskyldu. Stór fjölskyldu það að segja. Við erum nefnilega fjölskylda. Guðni, þú ert bróði minn. Það ekki bara Jóhanna sem systir mín og börnin mín þarna. Við erum öll fjölskylda. Og það sem svo stórkostlegt að Guð setur okkur í kringumstæð með fjölskyldu okkar og allt í einu fara alls konar hlutir að gerast. Og við erum hér vinir til þess að vaksa saman. Til þess að rækta það sem Guð hefur gefið okkur. Og ég held ég láti þetta vera lokaorð mín í dag og ég vona svo sannarlega að þið hafi fengið eitthvað út úr þessum litla boðskap hér í dag. Halleluja, rísum á fætur.